hlustendur, hvað ég að segja, sagður, rísið á fætur, því hann mættur hérna í stúdíóið, maður þjóðarinnar, Hjörvar Hafliðason. Takk fyrir það. Var þetta eitthvað svona, eða? Það er svona sem ég vil hafa þetta. Það er svona sem ég vil hafa þetta. Ok, hann er mættur hérna, Hjörvar Hafliðason. Það er að hafa lagið mitt undir. Það er undir. Og ég ætla bara að byrja því að bjóða mann þjóðarinnar velkominn. Takk fyrir það. Virkilega ánægilegt að hafa þig hér. Já. Þá skulum finna tíma til að vera hérna með bæði mér og þjóðinni. Já, það er bara þjóðinni alltaf í forgangi. Þú setur hann alltaf í fyrsta seti. Ég reyni það. Já, og hefur alltaf gert. Á hverju heyri ég ekki laginu mínu? Það bara stoppaðist hérna á veraldavefnum. Það er ekki mér að kenna því miður. Ég er ekki að reyna að eðilega geta fyrir þér. En hérna, já, reglulega gaman að vera hérna og ég elska þessa hitabylgju sem er í gangi. Já, það er ekkert að veðri núna. Hvað er í janúar og ég er á bólnum? Já, ég segi nú ekki bólnum, rigning og svona. Já, en það er samt hlýtt úti, sko. Já, mjög hlýtt og gott og hvernig hefur maður þjóðurinn haft það síðustu vikuna? Hann verður haft það mjög gott, það er svona lífið er að vera aftur svona eðlilegt eftir jólaruglið. Já, maður er svona að komast í gamla normið. Já, svo kannski loksist þegar maður er búin að ná norminu þá kemur páskafrí. Já, það er reyndar páskafrí í mars núna. Já, ok. Það sem er gott. Stutt í það? Já, það var sem fyrst. Já, svo kemur sumarið. Já, þetta er fljótt að liða. Þetta er bara að líta betur út fyrir svona þunglyndissjúklinga að það styttist sumarið. Það er rétt þér. Og ekki verra eins og núna, maður þurfti ekki svona skaf í morgun, maður bara stökk út í rigninguna. Já, ég er virkilega að meta þetta veður, því ég er rosalega lítið fyrir snjó og kulda. Já, ég líka. Það er ekki svo tíma. Sko, ég verð ábyggi svona 50, verð ég væntanlega sestur á Kanarí. Já, eða Tælandi, þú ert svolítið þannig. Já, ég er svolítið þannig, já. Takk fyrir það, veit ég. Hvað er eitthvað að Tælandi? Nei, það er svona myth á Íslandi að séu bara ákveðna týpur á Tælandi. Hvað, Hemmi Gunn eða? Nei, ok, ég reynilega hefur ekkert fylgst sérstaklega vel með á það Söðakróki. Nei, ég hef ekkert kvöldi týpur á Tælandi. Það var oft mjög sérstakki menn sem að kíktu til Tælands? Kíktu reglulega til Tælands. Ég meinti þetta ekki illu. Við erum hér með fína þáttandegur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að kafa hans í HM í handbolta. Það er vist einhver skandall í gangi sem við hér í FM 95 Blöð komum inn á og það er bara sem við gerum. Við reynum að kafa dýpra þegar kemur að svona stórmóti. Og við ætlum að upplýsa hlustendur svona nettan skandal hér á eftir. Sturla staðrindir á sínu stað HM, flottulega-keppnin. Við förum í enginn segir og svo líka ætla ég að opna fyrir síman að svona nett þjóðarsálu eftir. Hlustendum að ræða hvað þeim finnst HM í handbolta. Já, það kann að því. Hellingur að vera hérna hjá okkur strákunum. Skólinn byrjar aftur hér á fullu Hjörvar. Jú. Gengur vel? Já. Allt eins og bara blómið eina. Eru eitt bara svona hérna áður fyrir mig í fyrsta lag. Eru krakkarnir að biðja myndir og svona með þér í skólanum? Já, alltaf. Bara að fá hérna. Þú veist að relt í mötuneytunni og nei, herðu, þetta er Hjöppi FM 95 Blöð og messinni. Fæ ég mynd? Jú, það er rosa mikið þannig. Það er bara rosa áreiti. Ertu að biðja mig í kýlið svo þegar við lag komið hérna eftir? Nei, bara þessu stríðar. Það er fínt að byrja þetta, en það er alveg rétt með hann handbolta, hann er svolítið sérstökur, hann nær til allra. Já, að þetta er svona landslið. Þetta er svona jafnt með konur og kalla, því að þú veist, það hafa allir gaman að þessu, og svo eru svona alltaf nokkri svona sem er rembast og að geða mikið á móti. Hvað er allir að horfa á handbolta? Sett á Facebook eitthvað status, bara svona, býtu hvað er handboltaleikur í gangi? Spurðu mig hvort með sér sama. Æ, það er svo slepptu þessu bara. Það er slappa tippuð bara. Já, þetta er alveg vel. Það er svona top 3 leiðilústippunar. Já. Veitu hvað er handbolti í gangi? Ég kynni það. Það er mér sama. En því miður töpuðu fyrir Dönum í gær. Þetta var leikur sem ég vildi alls ekki tapa. Hvaða land hatar þau mest? Það kemur á svona íþróttum. Hefur þú séð þjálfara Dana? Já. Hann lítur út eins og, ég vil ekki segja, en hann á að vera bak við þetta lás og slá. Gammalt og gott með Beyoncé Knowles. Það heitir Sweet Dreams. Fínasta lag hér á ferð. Ég sá GQ völdu hana kynþáttastu konu 21. aldar. Beyoncé? Já, hún er vel að því komin. Já, hún er hlæsið. Hrikalega flott. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Þú til í gott slúður hér? Já, ég elskar gott slúður. Já, ég líka, þú mátt eiga það. Þú setur þér í stellingar. Það setur þig. Þú finnur á slúður sjálfur, vilt taka þátti og ég kann að meta. Já. Bara svo þetta, ég er að hrósa þér. Takk fyrir það. Ég glemdi my copy af Síðu og Heirt. Hvað er your copy? Ég veit ekki hvað my copy er. Er your copy bara einhverstað frammi? En það var reyndar rísa fréttar. Hvað var það? John Johnson. Já, Jón Jónsson er að verða pappi. Já. Við vorum bara að heyra það. Þetta er reyndar
þetta þriðja barn Jóns en fyrsta barn hennar eða ekki? Jú, hann á náttúrulega tvokara, hann á eitt krakka á Húsavík sem að skipti sér ekkert að, sem skelfilegt. Og var hann ekki með eitt barn á Ísafirði? Það var stelpan flutt í bæinn, Eyjum, það rétt þér. Hann á eitt barn í Eyjum og eitt á Húsavík, þannig að þetta þriðja barn hans og bara til hamingju Jón. Já, og líka rosalega gaman að þetta fyrsta sinn sem að Jón Jónsson eignast barn og ennþá með stúlkunni. Já. Það finnst mér alveg frábært. Það aðdánuvert og skemmtilegt. Eigum að leiðrétta þetta? Já, til ljótt að segja. Þetta fyrsta barn og við óskum innilega til hamingju. Já, til hamingju. Vorum að reyna að vera fyndnir hérna við Hjörvar en vorum eiginlega bara ógeðslegir í staðinn. Það slúður og já, náttúrulega ekki farið fram hjá neinum að... Við vorum ekki ógeðslegir. Nei, þetta var létt sprell. Ég ætla að byrja á því að segja frá Tiger Woods, en hann gerir allt sem hann getur þessa dagana til þess að ná fyrirhandi eiginkonu sinni aftur og hún heitir Elín Nordegren og er sænsk, en þau skildu fyrir framann, já, bara heimsbyggð fyrir ekki svo löngu síðan. Og hann er núna tilbúinn að bjóðinni a prenup, eða svona, hvað heitir þetta, skilmála, sáttarskilmála eða hvað sem þetta heitir? Já. Upp á $350 million sem bara því það ef hann myndi halda fram hjá henni þá fær hún tæpan $500 million bandaríkjadal. Manstu þetta læginu? Can't buy me love. Já, en þau eru samt byrjuð að hittast. Hún er að taka vel í þetta. Já, þetta er náttúrulega genguríki sko. Nei, þetta er skrítið. Þetta er aldrei fáránlegt sko. Jó, þetta er alveg samanlega. Það er eitthvað skrítið. Þetta er svo að kaupa sér kærustu. Er það ekki? Já, ég meina, þetta er náttúrulega fyrirhandi konana samt. Já, ég veit það, en þú veist, hann er að setja um eitthvað verð þannig í... Já, reyndar. Þetta er náttúrulega kannski fyrir þig er þetta alltaf lægum, fyrir rómantíkusinn, Hjörvar Hafliðarsson. Hann höndlar þetta ekki. Er ég ekki rómantík? Er ég bara eitthvað peninga eitthvað? En ekki eins og ég. Nei, reyndar, þú er rosalega rómantískur. Þú lifir ekki fyrir valentínsdaginn eins og ég. Nei, það styttist í hann hjá þér. Já, ég er löngu búin að Febrúar að koma, já, verður þetta ekki góður dagur hjá? Eins og alltaf. Eins og alltaf bara og hérna... Rækta líka má sál? Nei, aðalega sáluna. Aðalega sáluna. En allavega, já, Tiger Woods er að reyna að vinna hana Elín tilbaka. Finnst þér þetta ekki að vera rosalegt, eða? Jú, þetta er ógeðslega steikt, allt saman. Það þurfa að borga, veist, þetta eru sko $300 million, þetta er sinnum 130, þetta er ekki eðlilegur peningur, sko. Já, nei, ég er ekki að tala um peningin, ég er bara að tala um að sé samt peningur, sko, í spilin. Já, að þið sé að byrja eftir saman. Já. Fer það ekkit illa í romantíkarinn Blöndal? Jó, en ég bara, sko, ég vil eiginlega bara byrja að spila alvöru golf áttur. Já, þannig að þetta snýst meira um golfið því að honum heldur tilfinningar hennar fyrir þér. Nei. Ég held með henni. Já, ég held með henni líka. Nei, ég. Ég held með henni. Já, glæsileg. Það er næst að Michael Lohan sá auðmikið, veistu hvað það er? Veistu hvað, getur við ekki tekið eitt slúður á þess að tengist Lindsay Lohan, Ríhönnu. Já, ok, það sleppa hana. Takk. Ok, það var líka ógeðslegt slúður. Kobe Bryant, þau eru hættu að skilja í þriðja sinn. Þau voru að fara að skilja og það hefur gert tvisvar áður að þau ætla að skilja, hann og eiginkonans, en þau eru hættu við eins og nenn og ætla að vinna í sínum málum eins og stendur hér og sko þeim allsins besta. Ok. Og svo er loka slúðri hér. Nei, ég mátt ekkert fella Já, það var líka bara Robert Pattinson hættu með Kristen Stewart aftur. Er það? Já, hann hefur ekki höndlað þetta. Nei, vinir hans voru að hvetja hann í það að slúta þessu því að það er ennþá alltaf verið að birta myndir af henni og þessum leikstjóra þegar þau eru í sleik og fólk ekki búið að gleyma og eins og stendur hér þá voru vinir Robert Pattinson að segja honum að he would be better off því að hún hefði gert hann að nettu bara allagi á sín tíma. Já. Þannig að kallin er að losa undan þessu. Já, og ætla bara. Hvar stendur Auðun Blöndal svona, já þú ert okkar mesti sérfræðingur okkar Íslendinga í slúðri. Þú ert búin að kofra slúður núna í heilt ár. Já, líka bara 70 mínútum á sín tíma. Og 70 mínútum, já. Þannig að það er engin betur að sér í þessu en þú. Þakka fyrir það, Hjörvar, og ég tel þetta hárrétt múf hjá hann. Ef þú er í þessum sömu sporum, myndið þú þá gera þetta líka? Það er erfitt að segja, en já, ég held ég myndi gera það líka því að sambandi verður aldrei það sama eftir þetta. Nei, en er ekkert nýtt að frétta úr íslensku slúðri? Nei, það er bara John Johnson. Var ekkert eitthvað bitastætt nýtt? Í íslensku slúðri? Já. Nei, ekki svo ég veit. Hvernig gengur hjá Sigga vinni mínum? Sigga? Sem var þau voru að dansparið? Já, þau eru hætt saman og vil ekki ræða þetta. Í hverju liðin erst þú? Ég er bara hlutlaust þar. Tím Siggi hérna.
á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 áleggjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símir 581-1515. HM-stemming á Górillunni. Carlsberg á sérstöku HM-tilboði og allir leikir landsliðsins í beinni á risaskjám. Górillan Austurstræti og Stórhöða. Væri maður ekki langlegana með að kaupa sér heilt lið fyrir svona upphæð? Það er klárlega komið tími til að tippa. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 réttaði velgiðan, 1x2, við tippum. Frá bumbu að betri líðan. Þín þróun hefst í sporthúsinu. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Já, djammaði Garðabæ, hjörar. Já. Hvað blátt nissa er gott. Mér finnst það gott. Já. Mér finnst þetta best af þessu. Því að það er eins og það djammar ekki í Garðabæ. Já, þá ertu að fara í IKEA. Til að koma bjór? Já. Já, það er svo, þú veist, þú mátt ekki taka með það. Nei. Hefur þú tekið gott skral í IKEA? Nei, en ég fengið mér bjór í IKEA. Já, ég hef aldrei fengið bjór það. Ég fengið mér að borða það einu sinni. Já, ég var einhvern tíðan á Vestlað og ég var með einhverju sem ætlaði að labba svo lengi en ég spurði hvort ég mætti ekki bara setja þarna og bíða. Ok. Og fekk að vera bara að sitja þarna. Einn í tilhörnu bara með bjórinn. Já, en ég ætla að ræða við þig, ég var vinna á vísir.is og þar var fyrirsögn sem að sló mig og þar stendur, kauftu þér kærustu á Facebook. Já. Og núna geta einhleipir notendur á Facebook eignast kærustur á Facebook með lítilli fyrirhöfn og já, þannig geta látið út fyrir að þeir séu í sambandi og hvað forðast einhverja spurninga vin og ættinga hvers vegna séu ekki gengnir út. Og þetta kostar á bilinu 5 til 40 bandaríkjadollara eða 600 til 500 skall. Já, ok, þetta er svona, já. Já, og þetta er eitthvað fyrirtæki í Brasilíu og þetta er brasilíska vefsíðan eitthvað Namor Fake sem leigir út stelpunar og samkomulega gengur út á það ef að maður leigir kærustunni í 10 daga fylgja 10 stöðu uppfæslu frá kærustunni með í pakkanum og maður er skráður í samband með henni. Og svo er líka konur sem leigja prófílans út af Facebook fá helmingin af laununum og vefsíðan hinn helmingin og þetta er allt fáránlegt einhvern veginn að mínum að og hálf sorglegt, er það ekki bara betra að vera á lausu heldur að borga einhverja stúlku fyrir að vera kærast ég er að lesa þetta á vísi.is hægt að leigja kærustunar á 5 til 40 bandaríkjadali eða á bilinu 600 til 500 krónur. Já, þetta var örgulega 5.000. Ok, það er líka hlut að vera. Stafsendinga vil aðna. Það vantar 1-0. Það vantar 1-0, það hlut að vera, þetta komir aðeins úr stöðunni. Já, en ég veit ekki, þetta er svo asnalegt á allan hátt einhvern veginn. Þetta er kjánulegt bara. Já, myndirðu vera með einhverja brasilíska stúlku sem kærustu þarna inni og nei, það er ekki að setja myndir eða eitthvað saman. Mæntar ekki að það er aldrei hitt hann nema þú farið í svona face in a hole dæmi og lætur finna einhverja gamla mynd af mér með þér. Já, og hausinn hennar inn á það. En svo sé bara í einhverjum geðveikum jakkafötum. Nei, bara því að það er svo trúverðast út á stærðinni, þú ert að lága sín. Nei, hún myndi aldrei verið í svona flottum gallmannsfötum. Nei, þá verður hún bara þannig, kannski verður bara með þannig fatasmekk. Já, því ég er svo lítil, þetta minna það. Já, þetta er, ég veit ekki, mér finnst þetta bara eitthvað sorglegt og ég held að það þarf enginn að skammast ég fyrir það þó maður sé einhleipur á Facebook. Alltaf að skammast ég minn ekki fyrir það en þú. Ertu skráður sem einhleipur á Facebook? Skráður sem einhleipur, hvað minna? Ertu stendur? Ég er ekki í sambandi. Nei, Nei, af því að það er bara alltaf kjánalegt. Okay. Af því ef það breytist og þá þarftu að taka úr, ég mun ekki setja mig aftur í sambandi á Facebook. Nei. Og þó að ég væri í sambandi. Af því að það er eiginlega ekkert kjánalega heldur en Hjörvar Hafliðarsson is now single. Já, og svo fyrir eitthvað lið að læka þetta. Jæja, hvað segir þið? Kalli núna var að skemmta sér. Nú byrja lífið aftur. Jæja, þá er Kalli mættur aftur. En allavega fyrir ykkur þarna sem að, ef ykkur líður illa yfir þessu að vera á lausu, þá getið þið haft samband við þessa Namor Fake síðu. Mér langar að segja hlustendur smá sögu. Komdu með hana, ég elska góða sögur. Já, það er saga af strák sem spilar amerískan ruðning í Bandaríkjunum. Hann er að spila í háskóla sem heitir Notre Dame, sem er stærsti háskóli Bandaríkjana. Og eitt besti svona rugby, amerísku fótbolti vinsæsti íþróttir í Bandaríkjunum. Já. Og þetta verður ekkert með það að gera, þessi frábæra saga mín. Nei. En hann þessi leikmaður sem heitir Manti Te'o segir frá því
að kærastan sín sem hafa lent í slæmu bílsleysi sé mögulega að deyja og hvort hún hafi líka verið með hvítblæði. Og hann svona segir öllum frá því að þessi stelpa sé að deyja og svo deyr hún. Og hann svona segir frá því að hann hafi hringt í hana daginn sem hann dó og þá spilaði hann líka besta leik ævi sinnar. Og þá búinn til þáttur hann og innslu og allur pakkin. Allt gert hann að gæja og þetta bara þykir eitt flottasti íþróttamaður Bandaríkjanna. Svo var það að koma í ljós núna að þessi stelpa var aldrei til. Það varð aldrei neitt bílslys, það varð aldrei neitt, hann var ekki með hvítblæði. Allt þetta reyndist vera uppspunni. Okay. Og hann hafði svona, af því að ég veit ekki hvort þú þekkir svona hvernig sjónvarpsvinnsla á amerískum íþróttum. Jó, það að búið til rosa dramatík og... Segjum að þú væri að slá í gegnum Bandaríkjunum. But life hasn't always been easy for Blondell. When he was 16, his parents got divorced. 18. And he had to move to Reykjavik. I didn't want to move, but I had to move because my parents were divorcing and it was definitely a tough time. Þá myndir þú standa svona og horfa á sjóin og eitthvað svona. Það var sínt og sögur okkur upp bak við. I bought this ridiculously expensive car and I was paying for it for the next 10 years. It taught me a lot. 5 years eitthvað, þú veist hvað. Já, ég veit það, það er búið til dramatík. Já, þeir búið oft svona til og þessum strák hefur greinilega fundist hann vant einhverja sögu í kringum sig. Hann bjóð bara til kærust og hann er sem sagt líga sjúkur og líga síki er mjög, þú veist, mér finnst allt í lagi að ljúga til dæmis ef þú myndir bara segja mér frá einhverjum marki sem skoraði í gær. Ef þú myndir segja mér að boltinn að fara í vinkilin eða hann fóð síðan bara í mitt markið. Ég finnst það bara að gera góða sögu betri, sko. En einhver svona uppspunni, það er náttúrulega með ólíkindum. Já, þetta er magnátt. Ég hef einu sinni látið ljúga mér að því að mér að kona sagði mér frá því að hún hafi upplifað 11. september í Smáralind. Það var ekki til neins Smáralind 11. september 2001. Stundur lígur fólk bara einhverju til að búa til sögu. Hvað skal það líga það samt? Hvað græður á þeirri lígi? Þú græðir ég var í Smáralind. Átti það að vera eitthvað dramatík? Ég veit ekki hvort þetta átti að vera eitthvað dramatík. En máli er það að fólk á það til bara stundum að ljúga bara til að eiga einhverju sögu. Já, þetta er samt aðeins meira en það. Hefur aldrei logið einu góðu? Ég? Já. Ég á alveg einu og eina. Ég laug einu svona, ég með svindómin á Húsavík þó ég hef ekki farið til Húsavíkur á sumarið, sko. Maður tók það oft þetta að gest bara í sumarbúðum. Jó, ég kisti ykkur að stelpa í sumarbúðum. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og það er komið að HM-hóðnun okkar. Já. Getum við ekki kallað þetta HM-hóðni? Jú, það er náttúrulega þjóðunir að fylgjast með handboltanum og við erum bara í nokkuð góðum málum að ná að landa þriðasætinu og kannski mæta liði sem við getum unnið í 16. úrslit. Já, en reyndar eru Danir náttúrulega öryggir áfram, þannig að spurning hvort að þeir sé eitthvað að reyna á sig þarna í síðasta leiknum, vonuð það. En besti leikmann í danska landsliðinu er Íslendingur, þannig að hann mun væntanlega sjá það bara persónulega að lið vinni Magadónara. Já, en það sem að við hér í FM 95 Blöð erum hins vegar að gera, sem að aðrir íþróttafréttamenn eru ekki að gera, við erum að grafa dýpra. Við erum að skoða alla hliðar á þessu landsliði. Og það eru nokkru menn sem hafa ekki gefið kost á sér þetta árið. Já, það er náttúrulega einhverju sem ekki gefið kost á sér. Óli er náttúrulega gamall og hann er bara hættur í landsliðinu. Já, hann vildi ekki vera með. Já, náttúrulega verða 40 ára þessu ári. Við erum nú að gefa honum það að skrokkurinn er þreyttur, sko. Já, ég virði það alveg. Hann mátti alveg hvíla sig aðeins. Já. En svo er annar maður sem heitir Alexander Pettersson. Já, íþróttamaður ársins 2011. Já, og einn bara bestu handboltamaður heims. Já, 2010 fyrir ekki. Já, og hann er ekki með í þessu móti. Og það er að því að hann er búinn að vera meiddur á öxl. Eða hvað, spyr ég. Já, eða hvað. Við, sko, hlustendur FM 95 Blöð eru duglegir að hafa samband við okkur og senda okkur e-mail. Já. Og það er orðrómur í gangi að gæinn sem er meiddur á öxl hafi verið að leika sér í keilu. Já, bara hérna á Íslandi. Hér á Íslandi á saman tíma og liðið skelli sér út til Spánar og við neitum auðvitað að trúa því. Það fyrir enginn helvita maður meiddur og öxl að leika sér í keilu fyrir framan alþjóð. Nei, ég ætla að vona ekki, en við erum með an eyewitness, eins og það segja í Bandaríkjunum. Er maður sem sá þetta? Það er maður sem sá hann í keilu og ég komið með númer hans. Ég er að segja það, Hjörður. Það er bara, ég er með vitna þessu og ég ætla að hringja í þann mann núna. Og hann segist á séðan hérna í janúar í keilu. Hvað heitir maðurinn? Þetta er Guðlaugur. Ok. Og þetta maður vona maður að svona sé ekki satt. Nei, þetta getur ekki verið satt. Alexander Pettersson myndi aldrei svíkja þjóðuna svona. Guðlaugur. Já. Kontu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mig situr Hjörvar Hafliðarsson hér í FM 95 Blöð. Já, blessaður. Hvað segirðu, Guðlaugur minn?
Ég sjálf finn bara. Herri, við verðum að spyrja það bara strax út í þetta. Það er einhverja sögusagnur um það að Alexander Pettersson hafi verið að leika sér meiddur á öxl í keilu. Einhverju segja að þú hafi séðan verið að leika sér í keilu. Þetta getur ekki verið satt, eða? Jú, þetta er satt í miður. Ég sá hann í keilu. Þú sást hann í keilu? Já. Hvað, á þessu árið þá, eða? Já, þetta var nú bara rétt eftir 9 ára. Þetta var bara 3. janúar. Nei, ertu ekki vissum að þú setja að rugglast núna? Nei, ég er ekki að grínast. Þú ert ekkert að reyna að sækjast eftir einhverja athygli sjálfur bara og ert að ljúga upp á mannin? Alls ekki. En hann hefur þá væntanlega að spila bara með einhverja létta, bleika kúlu og hlíft öxlinni? Ég hef haldið það, en ég finnst það nú alveg vera með eina af þingistu kúlunum. Ég finnst það nú með 13 pund, það er einhver 60 kíló. 60 kíló kúlu? Já. Og var hann hefur þá bara væntanlega verið að kasta þá svona ömmuskotum með báðum höndum, eða ekki? Nei, mér finnst hann alveg verið að taka á henni. Í alvörunni? Já, ég skildi ekki. Býtu, hann gefur ekki kost á sér á stórmóti í handbolta af því að hann er meiddur á öxl en er svo að leika sér. En var þetta þá bara einhverjum 2-3 mínútur sem hann var að kasta? Nei, ég held hann að vera hann í klukktíma. Hann var búin að vera hann nokkuð lengi. Klukkutíma, það eru 2 leikir. Það er alveg 2-3 leikir. Já, 3 leikir jafnvel. Voru margir með honum, eða? Já, hann var með frunni og svo voru einhverju krakkamann. Já, með konu og börnum bara að leika sér í keilu. Hvað þetta er burt, maður. Mér er gjörsamlega blöskar. Ég meina, keila þetta er ekki döðvægt í öxlunar. Nei, þetta er ekki gott fyrir öxlina og ég held að viti það nú allir. En hvað segðu mér, hvar var hann í keilu? Var þetta hérna upp í Öskilíði eða var hann... Þetta var Öskilíðin, já. Öskilíðin, hann fattaði ekki eins og að fara í gráin og fela sig? Nei. Fyrir framan alla. En hvernig er þetta fyrir þig svona sem harðan stuðningsmann íslenska landsliðsins að sjá þetta íþróttamann ársins 2010 vera að fýblast í keilu með ónýtt öxl, svo hann segir. Hvernig var þetta fyrir þig? Já, hann er bara það stálslegin. Já, við erum mist hann að línunni. Ég er ekki þess að hann hefur ekki viljað að ræða þetta meira. Já, hann hefur veintilega fengið einhverju hótanir þarna, þetta. Já, en það er víst satt að Alexander Pettersson var í keilu hér bara í janúar, rétt fyrir stórmót sem hann gefur ekki kost á sér. Og nú spyr ég bara sem íþróttasérfræðing Hjörvar, þetta getur ekki verið gott fyrir öxlina að leika sér í keilu? Öllu gamni sleftu þá var það gríðarlega erfitt fyrir öxlina að vera fýblast í keilu fyrir öxlina, þannig að þetta er mjög sérstakt og við vorum að ræða við sjálfan Guðlaug Valgeirsson, eitt besta keiluspilar landsins, einn af fáum spilurinn sem eiga 300 leik. Já. Og hann var staðfesta það að þessi mikli íþrótamaður sem að kannski er að valda því að við erum ekki að ná okkar besta í þessu móti, hann bara fýblast í keilu meðan hann átti að vera undirbúið sig fyrir stórmóti í handbolta. Þetta er sorglegt. Ertu stungin í bækið eða? Hvað heldur þú? Nennar að taka hnífinn úr honum? Byrju, ég ætla að hnífinn úr bækið. Riðan. Þakka þér. Fótboltastofan Sól 101 hefur opnað aftur með nýjum eigendum, tilboð á ljósakortum og 2 fyrir 1 á sunnudögum. Láttu sjá þig. Sól 101, Aðalstræti 9, sími 578 7808. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Zumba Sporthúsið FM 95 blöð á FM 95. Hversu gott er rautt rjóma Nissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Þeir að hlusta hér á Auta og Hjörvar og það er komið að sturlu staðrendi. Hvernig líst þér á það, Jöpi? Mér líst ekki eðlilega vel á það. Ég reyndi að meina sturlaða staðrend. Ok, hvað það meina? Maður sem fór í völklass í dag. Já. Hann hringdi hérna inn á hann og sagði okkur frá því hann hefði séð Geir Sveinsson verið að taka á því á fullu. Og spurði hversu er hann ekki á línunni að það spáni núna. Er það ekki að því hann er 50? Gæti verið, en allavega sturlu staðrend að Geir Sveinsson var í völklass í dag. Það er reyndar ekki sturlu staðrend, það er engin gæi í íslensku sjónvarpi betra form en hann. Nei, sá lúkkar maður. Á sunnudaginn síðast það var Amerika Style fyrir alla. Já. Hann horfði á þetta bara svona, verður ykkur góðu. Fekk sér ekki? Fekk sér ekki. Nei, Hjöppi fekk sér burger. Já. Frýr burger á því að segja nei við því, eða? Nei. Það er komið að stjórnlega starrendum og þær eru með þess að ég er ánægð með þér í dag. Ég er alltaf ánægð með þér. En ég svona var að skrifa það niður þetta og það er stundum er erfitt að finna marga skemmtilegar og stundum er það létt og það var létt í dag einhvern veginn. Að mínum að allavega. Okay. Fyrsta er svona lalasamt, var að við henni. 2500 manns slasast árlega í Bandaríkjunum á tannbursta. Ok, næsta. Já, viltu ekkert ræða það eitthvað? Nei, svo sem ekkert annað til að ræða.
Hvernig slasa maður þessi, eina? Ég er svona stundum að þú ert harður við, sko, tannholdi. Já, þú slasaði ekkert. Nei. Þetta ég heldur hljótur að vera að setja hann á einhverju skrýtna staði. Það er meira eitthvað þannig. Ég veit, mér dettur ekki eins og svona hlutur í. Nei, ekki mér heldur, félagið mér sagði þetta. Svo er það næsta Bandaríkjamann. Já, alltaf. Já. Bandaríkjamenn eru búin að taka fram úr Frökkum sem þunglindasta þjóð heims og er minnsta þunglindið í Nígeríu. Samkvæmt nýrri rannsókn, þetta eru sturlaðar staðreyndir. Gott veður í Nígeríu, léttir, ljúfur og kátir. Já, spáðu þess að því, ég er ekki ágættis fátætt í Nígeríu, það verðist ekki hrjá neitt þar. Nei, ég haldið að menn verið þunglindastar í gömlu Sovjetríkjum. Frakkland var í öðru sæti. Einhvern veginn þegar maður sér myndir frá Rússlandi hérna í Galanda. Það getur verið af því að við vorum náttúrulega undir vendavæng Bandaríkjunum, við vorum bara látnir horfa á ógeðslega myndir frá Rússlandi. Já, kannski. Þú veist, Rússlandi er gott land á bíla. Já, en það kemur heimþrá sem að... Það kemur þess að pínu óvart að Bandaríkjamenn séu þunglindi því að alltaf, sko, mér finnst ekkert skemmtilega að fara til Bandaríkjanna. Já, þú ert... How's your breakfast, honey? Oh, thank you, it's very nice. Okay, darling, you just give me a shot if you need anything. Idiot. Þegar þú fer til Bandaríkjanna, þá ferð þú til... New York City, I never seen... Miami. Þú veist hvað við? Þú fer í borginar sem að Pitbull syngur Já. En þegar þú ert komin í borgir sem að Pitbull syngur ekki þá er þú í vandræði. Já, ok, ég er náttúrulega bjó í Oklahoma, þú verðist gleyma því, hann syngur nú ekki Oklahoma. Hvernig segir aftur í laginu? Halda það áfram, ég ætla að hugsa þetta eins. Ok, svo er það næsta. Kynlíf snáka tekur 8 til 12 klukkutíma og það er með forleik stóð þarna. Þannig að þeir kunna þetta snákandir. Þá maður eitthvað samýrlegt með snákunum. Segðu. Svo er það hérna 70% fólks skoða Facebookið hjá fyrrverandi maka sínum. Sturlu staðreynd. Skoða Facebook hjá fyrrverandi maka sínum? Já, hjá fyrrverandi. Fattur þau? Annarkvæmt kærasta eða kærustu. Hver er ennþá með fyrrverandi inn á Facebook hjá sér? Já, bara henda þið út. Þú auðvitað átt að gera það. En þau eru vinnir. Þið er ekkert vinir. Nó. Hvernig það er að vinir? Ert þú þannig fyrirhandi kærasti að þú bara verður aldrei vinur og það er bara illa og einhverjum hótunum og viðbjóði og vinkonur hætta að heilsa og henda mér líka út af Facebook og... Já, hvað kemur heim til og hendur í eitt message svo vaknar daginn eftir hvað var ég að skrifa í inboxið núna? Og hringin hótanir fullur og svona ég er svona klass, ég reyna alltaf að gera þetta með einhverjum klassa. Það er svona þetta næsta. Besta lyfið við stressi er hlátur. Já. En sko, ok, þetta er hérna, það er sannsagt búið að rannsaka það og þú getur ekki gert neitt betra við stressi heldur en að hlæja. En það er eitt náttúrulega, það er ekki þetta að kaupa hlátur og það er ofta út mjög stressaður, þá er það bara mjög erfitt að fara að hlæja. Fór ég að hlæru þig að reynda stundur hlæma þér í stressi. Sentum við eitthvað svona geðsíkislátur? Já. Degjur stressi. Fokk. Það fyrir ekkert átt að hlæja. Ég reyna að hlæja rosa lítið. Í lífinu bara? Já, en það er... Reyna að vera svolítið alvarlegur. Já, en það ertu svalur. Já, takk. Svo ég samkvæmt rannsóknum er 7 tíma svefn, fullkominn svefn. Ok, ég ætla að vera 8 tímar. Nei, það eru 7 í dag. Fyrir mér er kannski svona 11 til 12 tímar geta oft verið líka verið býsna góður. Þá, ef ég 11 til 12, þá er ég þreyttur allan daginn. Bara á líðum. En ekki samt þú tala eins og þú sett ykkur dugnaða fólkur, sko. Ég tek mína 7 tíma. Þú ert letingi og ekki vera að tala eins og þú setja varmklóð 7 á mótana, sko. Nei, það ger ég ekki. Ég er náttúrulega nætudýr. Þú ert yfirleitt á Facebook til svona 2-3 á nóttunni. Nei, ég er að horfa, sko ok, ég get alveg viðkjönda, ég horfi gríðarlega mikið á þætti fyrir svefnin. Þá er ég með kveikt á tölvunni í leiðinni. Þetta er munun á mér þegar þú horfur á þætti ég les bækur. Já, ég skammast minna ekkert fyrir það. Nei, þú ætti samt að skammast þig fyrir það. Nei. Þú ert að vera 40 ára, sko. Nei, ég er 32 ára. Bold piece of shit. Já, sjálfur, old piece of shit. Og það er gammal að ég. Það er bold piece of shit, ég sagði ekki old piece of shit. Það er svo, næsta. Yfir 1000 manns í Bandaríkjunum, já þetta fannst mér, það er bara eitthvað aðliðið sko. Það er allavega, það er til veiki sem heitir Vampire Desire og það er yfir 1000 manns í Bandaríkjunum sem lifir sem vampíru í dag eftir að vampíruæðið sló í gegn í Bandaríkjunum og þetta liðir með rauða linsur og er úti á nóttinni saman í hópum. Hvað er í gangi? Ég alltaf finnur ekki mann sem er minni áhuga á þessu vampírukjafti. Nei, ég fyrir utan það. Þið getur alveg þó Twilight og þessi þættir, hvað heita þessi vampíru þættir? Ég hef náttúrulega ekki séð það, ég get ekki drullaður á, sko. True Blood heita þær. Ég sá mynd með Tom Cruise í gamla dag, þessi Interview with a Vampire. Já, mjög góð. Það er mjög snúleðilega. Með Antonio Banderas og Brad Pitt líka, ekki?
En já, allavega, þá er þetta æði í Bandaríkjunum, kaupa sér rauða linsur og bara svona, herðu, bara vakandi á nóttinni, það vantar eitthvað í lið. Við ættum kannski að fara að prófa þetta. Nei. Félagarnir. Svo það eru 2 eftir. Þetta sjúkdómur sem heitir sleep texting og þá sendur SMS í svefni. Senda SMS í svefni? Já, ef þú ert að sleep texter. Ok. Þannig að þá ertu... Sko, ég var að lesa eitthvað hérna En það er ömulegt að afsaka það daginn eftir. Já, hvað varst að senda mér í gær? Fyrirgeðu, ég var sofandi. Ég les hérna mikið á þróun í farsímum og svona og var að lesa eitthvað hrun Apple nú undanfarið, þetta 30% hrun sem hefur orðið á hlutabréfamarkaði og stokkin hefur ekki farið neðar en þegar allt var í rugli 2008. En þá er samt komið nýtt forrit bæði Android og Apple sem að heitir, ég man ekki alveg hvað, en þá eru úlingar, þetta er ekki kallað texting, heldur sexting. Sexting? Já, þá tekur þú myndaðir, kannski þú myndir beða mig, Hjöbbi, þetta mynda mér. Þú myndir fara út á fötunum, ég myndi taka myndaðir. Svo sendir þú einhver vinkonu þetta, hún fær þessa mynd og hún hverfur eftir 3 sekúndur. Hún getur aldrei seifað hana en eitt svoleiðis. Þannig að þú ert öruggur þetta fyrir ekki á neti? Ég held að það eigi að vera eitthvað svoleiðis. Þetta er allan að, ég var eitthvað að lesa þetta app, sko. Ég ætla ekki að taka sénsins svona. Nei, því að þá fór ég að hugsa bara með, það er alveg að þetta gera print screen. Já, ég meni ef einhver kann á að seifa svona myndir, nektarmyndir, þá er það Hjörvar Hafliðason. Hvað er það? Bara print screen og... Bara print screen og svo bara share. Það er ekki flókið, sko. Nei. Þannig að ég held að, þú veist... Ef þú verður öruggur þetta, þá væri þetta nett flip. Þá myndi ég ekki hika við það, því að sko, ég hef nú verið alla tíð með netta strípinhegð. Þá verður ég að henda þess á þig og strákana, sko. Þá myndi maður liggja upp í sófa, vel dólgaður á því og þú myndir sjá það 3 sekúndur og svo myndir það týnast. Myndir ekki fara að senda þetta á konur, eða? Nei. Þú hefur vass svolítið í því, eða ekki? Þetta er eitthvað gæðvig. Er það ekki? Hefur ekkert verið í? Lennir, please að segja hlustendum og sért að grínast. Ég hef aldrei gert, ég er ekki svona típa. Ok, ég skal Ég hef alltaf spjallað í webcam, sko. Já, ég byggðist afsökunar þessu, ég gekk hérna aðeins svo langt. Já, takk. Það er ömulegt ef einhver heldur það. Ég er ekki að senda myndir að mér á ditlingnum, maður. Herru. Það er gæði að koma með þetta. Þetta heitir Snapchat. Og þá segir gæði, þetta er good shit app. Ok, þetta er eitthvað app. Og herru, þetta er greinilega það vinsælt að það eru komin hérna nokkrir. Hei, gamlega, þetta er Snapchat. Þessi segir líka, þetta er good shit app. Ok, Snapchat, myndin hverfur. Þetta getur verið stór hættulegt fyrir vinnum mína ef þetta er Hvað vinnina? Þig til dæmis. Trúðu mér, þú farið inn á góða frá mér í kvöld. Það er síðasta stjórnlega starri dagsins. Charlie Sheen keypti einu sinni 2615 miða á hafnaboltaleik hjá The Angels eða heilt hólf í stúkunu svo hann ætti meiri sens á að grípa og eiga boltan eða eða skoti home run í þá átt. Hann vildi virkilega eignast eitt svona home run hafnabolta. Þetta gast ekki enda þetta á verra slúri. En við erum heppnir að það er gott lag sem fylgir eftir. Já, fannst þetta lélega stjórnlega staðrind? Nei, en mér finnst þetta lag geðveikt. Þetta er svona eins og ekta lag sem ég myndi semja. Bring the action. Já, bring the action. Bring the action. Það er mjög gott lag. Já, ég verð að gefa Britney og Will.i.am það. Þetta er hrikalega gott lag. Heitir Scream and Shout. Það styttist í, að talandi flott lög, þá styttist í flottulega keppnina. Hún er hér rétt á eftir. Við hefum líka eftir að fara í svona netta þjóðarsál en það er komið að dagskrárliði núna sem að heitir Enginn segir. Ok. Þú til í það, Hjörni? Jó, ég er til í það. Já, og ég opnaði fyrir á Twitterum fyrir Enginn segir og það er búið að henda inn alveg hellinga skemmtilegu. Það er einhverja, sko, ég verði samt að fá hérna byggja stelpur að senda meirinn. Já, ég er alltaf mikið að fá einhverja frá strákum. Og það er frábært að fá það líka, sko. Já. Þetta tengist oft kannski í fótbolta. Já, en það er, ég er svona líka, ég passa það náttúrulega alltaf sendt inn bara Luis Suárez er heiðalegasti leikmaðurinn í deildinni, Manchester United eru svo skemmtilega, stuðningsmenn United eru svo skemmtilega, það er alltaf eitthvað svona, en ég reyna að kötta það eins út. En þetta er ekki flókið, þetta er bara það sem enginn segir og fólk á að senda þeim og ég byrja hérna á Tjörva Þorgeirs, hann er með eitt mjög gott hérna strax. Váka Ulrik Vilbæk, þjálfari Dana er krúttlegur, enginn segir, ég sammála því, mér finnst hann viðbjóðslegur, hann fyrir eitthvað rosalega í taugarnar með þessi þjálfari Dana. Hann er ekki sammálaðið það. Hann lítur bara út eins og kona sem að... Mér finnst það meira bara lítið út eins og grunnskólakennari. Já, og hvað er eitthvað að grunnskólakennari? Nei, bara, þetta er bara gæði sem getur verið að kenna í, þú veist,
Já, bara leikfimi. Skorum í Sauðárkróki. Já, frábært. Herru, svo er það næsta, Ásgeir Halldór sem eitt gott hérna líka. How I Met Your Mother verða bara betri og betri með hverju seríunni. Enginn segir. Þeir þætti byrjuðu frábælega en orðin skelfilegir. Ég veit ekki Jack shit og ég horf ekki á þætti. Ok, nei, þú lest bara. Henrik Bolker, hann segir þetta á ensku. I think they could give that handball a little more media attention. Enginn segir. Þetta skide godt, Henrik. Já, ég bara... Du skal huske, det var helt fantastisk. Já, semst, mér finnst að ég mættu sína handboltanum aðeins meira athygli í fjölmiðlum. Enginn segir. Takk, Henrik. Þetta var gott. Og svo er hérna hann Halldór Arnarsson með gott líka. Djús snilda var þetta bréf frá Indrum sem ég fekk á. Enginn segir. Tryggvi Hafsteinsson er hérna með eitt sem vakti káttinu mína. Hildur Lillenda lét mig ekki frið og taka lissus í nótt. Enginn segir. Þetta hvað, takalicious, ég er óða lítinn á því, útskýru fyrir hlustenduhjöpi, hvað er takalicious? Takalicious, það er svona samskiptavegur sem að, nei, ég veit ekki hvað það er. Nei, ég hef aldrei farið inn á þetta. Svo er hérna Bergsveinn Ólafsson, mikið ánægilegt að vera andvaka, enginn segir, og ég er nú sammála þar, ég var andvaka núna fyrir hvaða 2 nóttum, hrikalega pirrandi. Og ég segja hvað það gerir á þetta andvaka? Hvað? Það er svona, nú er ég talið alvörunni. Tölum við ekki alltaf í alvörunni? Jú. Þú voru að koma þér úr þeim aðstöðum sem þú ert í. Já, ég fer alltaf fram og... Þú voru fram, taka með bók eða eitthvað svona sem að, þú veist, til að dreifa huganum, ekki hugsa um þessi andvaka. Ég fer að reyna að þrífa. Þrífa? Já, skúra. Nei, þú ert alltaf að reyna einhvern veginn að vinna inn einhver stig hjá konunum. Jónki, hvað er að því? Fávildi. Heldur byrju frá því. Ok, Jón Gísli, ég ætla að fá ég þar eina góðapilsu, enginn segir. Já, ég er ekki góð þeim ágættispilsu. Góði alltaf góður. Henry Birgir, mikið djöfullir þessi lúðrar skemmtilegir. Mér er ekki séns að fá fleiri lúðra í húsið. Enginn segir, en það er það að gera mann geðveika. Já, já. Og get ekki lesið þetta, get ekki heldur lesið þetta. Má sjá, nú klárum hérna. Er það dónalegt? Já, líka bara, það er að vera að rakka einhvern niður, svona ljótt með einhvern Íslending. Ok. Já, Úlfur Arnar ánægði með hann, VKF 95 blöður orðið þreyttu þáttur, enginn segir, ánægði með þeim. Svo er Hallur Jónsson, djöður föstudag leiðilegir, enginn segir. Og fótbolti hérna, Svava Gretarsdóttir, þú vilti fá fleiri stúlkur, hún er með eitt mjög gott hérna. Alltaf kósi og þægilegu fjöldi af fólki hérna á B5 helgar. Enginn segir. Bjarki Már, bestaði vetunar að sjálfsögðu slappið, enginn segir. Hafþór Karlsson, frábær stemming að vera í skólan til 5:30, enginn segir. Og svo ætla ég að enda þetta hér á Björgvinni Hannes. Getur ekki auðvitað verið með hans meira Kardashian-slúður? Enginn segir. Já. Og þetta var enginn segir í dag. Það er enda að vera að skjóta svolítið á því á Hjöppa hérna líka. Rosalegur Hjöpp og Gils með góðan tónlistasmekk. Enginn segir, ég er alveg sammála því. Hvað fáið þið sagði þetta? Fáið, þetta er ekki fáið, hann Brynjar Magnús hérna, mann er bara alveg með þetta. Binni Mag? Já, Binni Mag. Takk fyrir þetta. Hvað segir þau? Já, það er svona, minnst smekkur manna, en við erum einmitt að fara í góðulega hérna en það rétt á eftir. Já, þetta var enginn segir og ég þakka öllum sem tók á þátt. Má ég aldrei kynna næstu dagskrárliðið eitthvað svona? Ég vil það. Þetta í, já, hérna eftir stöð skilabóð þá ætlum við að detta í góðulega hérna hér á FM 957 og það er bara um að gera hlusta. Svo er þetta líka að gefa hérna þjóðtíðapakka, strákunni í Durex ætla að kíkja á okkur og nælon hér rétt á eftir. HM-stemming á Górillunni. Karlsberg á sérstöku HM-tilboði og allir leikir landsliðsins í beinni á risaskjám. Górillan Austurstræti og Stórhöða. Horfðu á strákan okkar þegar þér hendar. HM í handbolta er í leigunni. Vodafone. Helgartilboð á kjúklingi í Krónunni. Heill kjúklingur á aðeins 765 krónur kílóið og kjúklingabringur á aðeins 1998 krónur. Krónan fyrst og fremst ódýr. Er ekki kominn tími á smá ferskleika í líf þitt? Veldu Stimrol tyggjó. Núna í bókum. Í kvöld á Stöð 2 Kristján Már mun næstu sunnudag að rifja upp eldgosið á Heima Ey. Þegar eldsprungan opnaðist hér, þá var fjarlægðin í næstu íbúðarhús litlu meira en sem nemur vegalengdinni yfir Arnarhól í Reykjavík. Allt í eins og hendi sér veifa, þá rifnar bara jörðin fyrir framan okkur. Og þetta verður eins og stór eldveggur. Ég held að strákarnir eru búin að kveikja í sinu þegar ég leit út gluggann. Og við vorum alltaf svo óttaslegin. Heldur þetta áfram, fer þetta í bátinn, lokar þetta höfninni. Land allt í kvöld klukkan 19 á Stöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa?
Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á Ey. Lagið Stay með Rihanna, en Rihanna er einmitt á leiðinu til landsins hérna 17. júní í sumar og það verður gaman að sjá stelpuna þar já, í Egilshöllinni. Þetta ljúa? Ég er ljúa, en þetta hefur verið gaman að segja eitthvað svona. Já, en þú mátt ekki ljúa einhverju bara svo sem gaman að segja það. Ok, hún er ekkert á leiðinu til landsins. Nei, þetta var vinkon okkar Rihanna. Ok, það hefði verið gaman eitthvað svona, já, hún er einmitt á leiðinu til landsins og ég hlakka allan persónulega til að kíkja hana, ég veit ekki með ykkur. Já, ég reyndar myndi mæta það tónleika. Ég myndi pottjætt mæta það. Já, það er svona hellinga flottu lög. Já. Talandi flott lög. Það er komið að flottu lag að keppninni. Já, og hvað er á að byrja núna? Ég byrjaði síðast, þannig að þú lítur að byrja núna og ég þarf nauðsynlega að sigra að halda núna. Ég er bara viðurkenna það. Já, ég hérna... Það fór 5-4 síðast, mikil spenna. Aldrei svo vant að hugsa þetta eins. Já, aldrei svo vant. Og ég ræddi við hérna einn af mínum bestu vinnum sem er blökkumæður á Íslandi og ég spurði hann út í hvað þetta dag og hann sagði hvað máli skiptir ég bara því að hann sagði ekki spila svartakortinu því að Öddi spilar ég alltaf. Æ, hættu þessu, ekki lægi með og ég bara fyrir mér er bara tónlist ég er ekki að setja lit á já, ég er að segja þetta er bara rasism þú nærðir alltaf í þessi atkvæði undir 25 ára með þessu nei ég er samt alltaf trúr sjálfum mér. Já, það er eina sem ég reyna alltaf. Hvernig textir alltaf koma mér í vond skapi þessum dagskrárlið? Það er eitthvað aðeins, án gríns. Þú ert að glíma við eitthvað maður. Byrja að banda rasisma inn í þetta hérna. Það kom par til mín sem að hérna... Hvað, mamma og pabbi? Nei, það kom par til mín sem var að hérna hætta saman. Og þau svona báðu mig eitthvað ráð. Eitthvað sem ég geti gert. Já, þú ert akkurat rétti maður til að leita til. Ég sagði við, krakkar, ég ætla ekki að gefa ykkur ráð, en ég ætla að gefa ykkur smá lag og ég skrifaði á geisladisk fyrir þau, fór út, rétti það báðum, ég sagði hlusti á þetta lag og ef þetta lag kveikir ekki neistan aftur, þá gerir það ekkert og ég ætla bara að spila þetta líka fyrir hlustendur. Maður er að fara að kynkja ælu hérna maður. Þetta er lag sem er ekki heist ykkur 20 ár og þetta heitir It Must Have Been Love með Roxette og stundum talið eitt besta romantíska lag allra tíma. Ég var hvað að færa hlustendum FM 957. Glæsilegt þér. Og hvað heitir þetta par? Stína og Kalli. Stína og Kalli, það er að hlusta. Já, ég er búinn að hækka í þessu. Það er nú alveg vangað þetta lag. Þetta er æðislegt lag með einni besti hljómsveit allra tíma. Hvað er hljómsveit? Æðislegt. Forréttinda að fá að hlusta á þetta lag. Við skulum ekki tapa, það ferði ekki að grenja maður. Þetta er... Ég viðurkenni að ég fór að gráta þær og þau sögðu mér að við hægt saman. Hættu þessu Hjörvar. Þau ákvaða að hlusta á þetta lag. Það veit hver einasti hlustandi að þú ert að ljúga þess ógeðsluðu kjaftasögunni. Og þau hlustuðu á þetta lag. Og veistu hvað? Þau eru að fara saman út og borða í kvöld. Æði, þú ert búin að berga þeim. Herru, þetta var Roxette, þú fékkst inn á 2 mínútur þessu lagi. Þetta er ágætis lag. Þetta er æðislegt lag og ég hérna... Þáttur þess að kjaftasögu þarna hjá Hjörvari. Fólki líði betur eftir að hlusta á þetta lag. Já, nei, menna fyrir mér er 50 dagur og þá á maður ekkert að vera að henda í eitthvað svona kolpa og rjómaís þá maður bara að setja gott lag á. Og það er svartakortið vantanlega? Fyrir mér er ekki litur á tónlist, Hjörvar. Mér er alveg sama hvort að tónlistamæðurinn er bleikur, svartur eða hvítur ef hann býtur góða tónlist þá fíla ég hana. Já, en ég allavega... Ég seti þetta ekki í svona einhverja litakategóriur eins og þú. Ég vil óska fólki til hamingju með að fengi It Must Have Been Love í tækin sín og... Já, nú ert þú búin að því, má ég þá núna? Ok, þú ert búin að fá að kynna þitt lag, þú ert búin að búa til ennina kjaftasöguna, bara þakka fyrir að þú varst ekki til einhverju öðru landi eða? Nei, þau eru að fara saman út og borða þau. Kalli og Stína? Já, ég er bara að helsa þeim. Hérna, leiði mér núna að kynna mitt lag. Er það í lagi? Karl Arnar og Kristín Rúney. Kristín? Ráney. Ráney, ok. Það ræði að þau skulle hafa náð saman eftir að tala við þig. En þá komum við að mínu lagi. Það er tónlistarmaður sem er að gera allt vitlaust núna og ég er búinn að vera að hlusta á hann upp á síkastið og þessi plata hans er í rugglinu. Ok, byrju, þetta er komið 3, Kenny West þarna, Gísi eða Frank Ocean. Æ, þú sást mig við þetta og þú er aldrei giskað á Frank Ocean. Þú veist ekki eins og hver þetta er, Hjörvar. Þetta er svo ekta sauðakrókur. Þetta lag heitir Lost og er að mínu mati geggjað. Og þetta er mitt lag hér í flottalagkeppninni. Ég vonaði fíla að jafnvel og ég ekki hlusta á Hjörvar, hafa með Roxette. Þetta er svo seittnöndi. Það er lagið þitt á 50 ára, Hjörvar. Verði ekki þessu kjaftaði, maður. Það er 26 ára klassík, en þú veist að... Já, fyrir mér er bara gott lag, góð lög. Þið tekst að íðurleggja alltaf öllu lögin ef ég er á seinni eða
hann sé svartur tónlistarmaðurinn. Þér tekst alltaf að vera nokkrum mánuðum og seint. Án ekki líka bara kött og þér finnst kettir ógeðslir. Þú finnur alltaf eitthvað. Nei, ég er að segja út alltaf aðeins seint. Hættu þessu væluhöru, þú bara veist að vera skeinar og þú ert að reyna að eyðileggja fyrir mig. Ég get sagt þér að ég er með helmingi betra lag en þú. Ég er með eitt Must Have Been Love með Roxette sem er að mörgum talið besta hljómsveit allra tíma. Já, hann lækkaði niður í þessu. Geðveikt lag. Og þetta sem betur fyrir þetta ekki undir því að komi Hjörvar eða þinni fjölskyldu. Það er hlustendur sem ráða. Með Roxette. Já, það var ekkert smá frumlegt þér. Við þurfum að opna þetta og ég tilnefndaði pari. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Hjöppi. Þakka þér kærlega fyrir það. Takk kærlega. Toppmaður. Toppmaður, þetta er toppkona. Konur líka menn í mínum huga. Konur eru menn, elsku auður minn. Takk fyrir að hringja, vinkona. Takk kærlega, elskan. Hafa það gott. Hafa það yndislegt. Hafa það yndislegt. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Hjöppi fær mitt atkvæði. Takk kærlega fyrir það. Það er rosalega gaman hvað Roxette á marga aðdáendur á Íslandi. Já, þetta er náttúrulega bara snildar hljómsveit og þú ert með þetta. Takk fyrir það. Ég hélt lengi yfir eini aðdáendur Roxette á Íslandi en það er gaman að heyra að það eru fleiri. Takk fyrir þetta, Elskan. Hvað ert að drekka hér? Takk, Elskan. Jesus, maður. Farðu vel með þig. Herðu, fáum við þetta næsta FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég heyrði, sjálfsögð, ég heyrði það bara röddin, ég var að fara að segja það. Þetta er manneskja með tónlistarsmekk. Það er Frank Ocean. Já. Herðu, við bara byggjum að heilsa öllum á Neskústað. Hvað er að Neskústað? Bestu kveður austur. Ok. Ertu ekki einn í bænum með það? Jú. Já, við bara að heilsa. Skólinn er byrjar. Skólinn er þá svo vitlaust. Takk fyrir að hringja. Já. Bye. Hann er nú að hætta að dissa þá sem að kjósa mig. Ekki það, Neskjöpstaður er ekki að diss. Þetta er 95 Blöð, góðan daginn. Ég held að mér sýndist á númerinu. Góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, það er Hjöppi allar leið. Takk fyrir að Roxette aðdáandi þarna á ferðinni. Hvað ertu gamall? Hvað er ég? Já. 82 árgir. 82 árgir, við erum þá sama aldri, þannig að við erum hérna, þú ert flottastur. Takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja, bye. Það er hvað, 3-1 fyrir mér? 3-1 fyrir þér, það er hálf rétt hjá þér. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er Hjöppi. Takk er kærlega fyrir það. Ertu Roxette aðdáandi? Já. Hvenær eigum við nú að fá þessa meistara til landsins? Þú eru ekki að fara að gera það? Jú. Hvað er næst upp á slæðið með þeim? Er það The Look? Nei, leiðu honum að nefna annar lag. Hættu að segja eitthvað hér. Hvað er næst upp á slæðið? Er það She's Got the Look? She's Got the Look. Jú, það. Getur þú nefnt mér annar lag? Listen to Your Heart er náttúrulega líka frábært. Ég er ekki að tala við þig þarna feita svínið. Leiðu hlustandunum að svara maður. Slakaðu á, auðun minn. Herru, takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta, Skam. Bye. Ég var að reyna að tala við hann. Þurftu þú að svara alltaf? Ég ætla bara að fá að vera með í samræðu. Nei, þú vissir hann vissi ekki fleiri lög. Móðalega gaman að heyra. Já, þú ert bara svo pirrandi í sumar. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er Hjörvar. Það er kærlega fyrir það. Æsilegt. Stór sigur. Það fara heim og knúsi kóluna bara. Já, ekki. Já. Náði ég að gera góðan dag enn yndislegri fyrir þér. Takk bara kærlega fyrir þér. Já, takk fyrir að forréttinda að fá að heyra í svona mönnum eins og þér. Takk fyrir að ringja, vinnur. Hrein og klár forréttindi. Góðan dag. Snoop Dogg og félagar hér með Young, Wild and Free. Ég ætla að nýta tækifærið Hjörvar og biðast afsökunar. Jú, býtu hvað? Skapil hljóp með mig Gunnur saman á hann. Já, það er mótt alveg. Tók þessum ósigri illa, ekki fyrsta sinn. Ég vil hafa þig í keppnistuði. Þér bara, mér erst þú svindla. Nú, býtu, hvernig svindlaði ég mér? Með orðalagi og hvernig þú rakkar niður mitt lag. Nei. Og býr til alltaf eitthvað að kjaftasögu með þín lög. Þetta er nú ekki kjaftasöga. Jú, Hjörvar. Þú veist alveg hvernig ég... Þú varst ekkert að spila þetta lag fyrir eitthvað par sem var að hætta saman. Og ég brendaði á disk og fór með það til þeirra. Já, það eru bara enga líkur á því. Jú. Það er alltaf eitthvað lið að koma til mín með einhver erfiðleika. Já, og þú sett að brenna á eitthvað disk og fara með það til þeirra. Já. Mér allavega... Ég er að hrósa þér og ég róska til hann ekki með sigurinn. Sem ég gerði ekki á hann. Það var flottur sigur þegar. Já. Já, en það er ekki fyrir að ljúa okkur samt og setja að brenna diska fyrir fólk. Jú, ef að pör koma til mér í vandræðum og vilja fá að bæta samband sitt og leita til mín, þá er ég alltaf til að hjálpa. En ef ég kem til þín, hvað ætlar að brenna fyrir mig? Fyrir þig? Hvað myndir það? Ef ég kem til þín í kvöld, myndi segja, Hjörvar. Og ég myndi vilja stappa í stálinu. Já. Ég myndi henda vantarlega Simply the Best og segja bara við þig, þú ert bestur, alveg eins og þú ert. Hlusta á það lag. Eða þú veist, fyrst myndi þú tala við mig, svo myndi ég segja, ég ætla að fara heim og brenna lag handa þér. Þú myndi fara í bókabúð, kaupa disk, setja töluna mína, setja lagið á diskinn, keyra með það heim til þín og segja þér að spila.
Okay. Ég ger þetta margóft og ég ger þetta fyrir þetta par með It Must Have Been Love. Já, þannig ég fengi Simply the Best. Þú fengir það bara því ég vildi virkilega peppa þig í gang. Já, ef ég myndi brenna disk fyrir ykkur, þá myndi I'm sorry, I'm a jealous guy. Já, þetta er náttúrulega ótrúlegt hversu hversu stór þessi sigur var. Sigur var. Ég var svo ánægður með lagið mitt. Já, mér fannst þetta samt svo nokkrum mánuðum og seint, sko. Ég var byrjað að heyra þetta Frank Ocean dæmi fyrir löngu síðan, sko. Já, lagið, sko, svo lagið verður flott, þú sér það. Ég get lofaði því að margir sem hringt inn höfðu aldrei heyrt þetta lag áður. Það er alveg 100% sem að kausu Roxette og það er bara allt í lagi. Þannig að það er oft betra fyrir flottulegkeppnina að fólk sé aðeins byrja að heyra lag. Þú ætlar að setja Licky Lee hérna en daginn, Following Rivers. Já, hvað er langt síðan það var? Það var vinsælt í sumar. Fólk á náttúrulega líka svo stórbærslega minningar tengdar, ég er að fá skilabóð hérna SMS. En þú ætlar að setja Follow Rivers, það var vinsælt í sumar, þú veist það? Já, ég vann þig líka með En þetta lag var vinsælt í sumar og hver er munurinn? En þessi lög, það var Instant Classic, það lag. Instant Classic, Ég er að fá hérna SMS og fólki sem að segir takk kærlega fyrir lagið, það breytti deginu mínu. Já, viltu ekki bara senda bara næstu baka, takk. Mér þykir svo vænt skilabóð. Já, það er gott, það er gott sem að færa skilabóð, en talandi skilabóð, við ætlum að færa stutt. Viltu verða ferðunarfræðingur? Skráning stendur nú yfir í Ferðunarskóla Snyrtiakademíunar. Námið hefst í lok janúar. snyrtiakademian.is. Galdraðu fram góðan rétt á 2-3 mínútum með Pastella, fersku pasta. Pastella, ferskt og fljótlegt. Væri maður ekki langlegana með að kaupa sér heilt lið fyrir svona upphæð? Það er klárlega komið tími til að tippa. Það eru 200 milljónir í risabottinu í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Hér á FM 95 blöð, á FM 957 og það hefur nú fátt annað komið stað en handbolti hér á landi síðustu daga, enda Íslendingar að keppa á HM í handbolta á Spáni. En það eru aðalega fjölmiðlamenn og sérfræðingar sem hafa verið að ræða HM í handbolta. Og við Hjörvar erum að spája að breyta þessu aðeins hérna í FM 95 blöð og leyfa ykkur hlustandum og aðdáendum íslenska landsliðsins að ræða eins HM í handbolta og ég ætla að opna hérna fyrir síman og heyra hvað þið hafið að segja. FM 957, góðan daginn. Já, blessaður og sæll nafni. Nafni, nú er það Auðun. Já, blessaður, Auðun Guðrúnarsson heiti ég. Auðun Guðrúnarsson, verður blessað? Já, ég er sem sagt fyrsti maðurinn á Íslandi til að kenna mig við móðu mína. Já, til hamingju með það. Þannig að ég fann svolítið upp á það og svo hafa þetta allir margir hermt eftir mér. Glæsilegt. Og sömuleiðis sett ég stjórnvöldu Vinstri grænna á sínum tíma. Já, við erum hendur ekki að ræða pólitík núna? Nei, við erum að ræða heimsmeistarakeppni í handbolta. Það er rétt og... Alveg finnst, Nanni, alveg finnst mér það makalegt að þið íþróttageðsjúklingar, þið vilja alltaf taka allan tíman af fólkinu og haldið að allt snúist ykkar bolta. Ég sá alltaf eina fréttatíma í allt sumar út af helvítis Evrópukeppninni og helvítis Ólympíuleikunum og núna er komin eitthvað helvítis handboltamót á sama tíma og fréttirnar. Veistu hvað, ég er orðin þreyttur á þessu, getur sagt þetta nafni. Já, en nei, herru, málið er, þú þarft ekki að vera stressað á þessu, þetta er ekki á RÚV. Þetta verður í töðunar mér, getur sagt þetta. Já, ég heyri það. Mjög mikið í töðunar mér. En þú getur alveg hort á fréttirnar, þetta er sýnt á Stöð 2 Sport. Þetta er sýnt á Stöð 2 Sport en ekki á RÚV. Þetta er skemma fyrir mig fréttirnar. Nei, það getur ekki verið, því að fréttirnar eru bara á RÚV klukkan 7. Þetta er sýnt á Stöð 2 Sport. Er þetta þá ekki skemma fréttirnar á Stöð 2? Nei, þetta er Stöð 2 Sport, þetta er sér rás, bara fyrir íþróttir. Það sér, byttur og eftir að segja mér að ég þurfa þá að kaupa sér rás ef ég vil horfa á strákan okkar spila handbolta. Ég held, þú vildir ekki horfa á strákan okkar spila handbolta? Ég vil sjá mína menn. Nú var þetta ekki eðilega fyrir fréttirnar? Já, en það er nú annað þegar mínir menn er að spila. Veitu hvernig það, þarf ég þá að fara að borga sérstaklega fyrir að fá að horfa á landsliðið mitt? Já, þú ert bara að vera áskrifandi að Stöð 2 Sport? Já, og hvernig borga ég þá? Kannski Jónas gerir það? Nei, það fer ekki til Jónas, þetta er bara fyrirtæki. Bittu. Þetta segir mér að ég þurfa að fara að borga sérstaklega fyrir að horfa á landsliðið mitt. Þú ert að vera áskrifandi að Stöð 2 Sport, já. Og
ég get ekki hort á landslið nema mér ásjöfandi því. Nei, ekki á HM. Þetta nú alveg þetta nú makalust hjá þér og Jón Ásgeiri. Hjá mér? Ætli þið núna rukka mér fyrir að horfa á landsliðið mitt. Býttu, var þetta ekki að eyðileggja fyrir fréttirnar? Sko, það er allt annað þegar að landsliðið mitt er að vera að spila. Áðan varst að kvartið því þetta var sýnt á sama tíma og fréttir og þetta var að eyðileggja fyrir fréttatíman? Ég gerði það í sumar. Helvítis Ólympíuleikarnir og helvítis Evrópíukeppnir, en núna ertu að tala strákan okkar. Já, herðu, ég bara... Og ég get sagt þér það, ég ætla að blogga þetta. Já, bloggaði bara eins og vilt þetta. Ég ekki að fara að láta þig og Jón Ásgeir hafa eitthvað pening af mér af því ég vil horfa mitt landslið. Nei. Þú mátt alveg skila þig til hans. Ég hitt hann og leiti. Nú gerir þú eitt fyrir mig nafni. Nei, ekki kalla mig nafni, ég skammast mér fyrir að vera saman. Skila því til hans. Já. Ég er ekki að fara að borga krónu. Nei, mjög líklega þig gera. Krónu? Nei. Herðu, horfðu bara fréttirnar. Herðu, svo er eitt sem mátt skila því að ég veit að þetta allt í öllu þessi fjölmiðla heimi. Þú mátt skila þetta til Páls Magnússonar ef hann ætlar að vera með íþróttaviðburði ofan í fréttum. Þá lemja hann. Það ekkert annað. Herðu, ég beði að heilsa þér félagi. Virkilega leiðilegt að heyri þér. Bless. Verðu blessaður. Eftir svona síndal þá bara látu þetta duga. Ég nenni ekki að heyri þér. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Þetta Macklemore hér með Thrift Shop. Alveg ágætislag hér á ferð. Ágætt, mér finnst það mjög gott lag nefnilega. Það hef ekki heyrt áður. Hvað segir þau? Hef ég heyrt alveg áður að? Já, ekki. Þetta er ríkala spilun. Já, mjög fínt lag. En við vorum að ræða hér við Hjörvar á meðan að við hlustum á þetta lag. Þá vorum við að ræða Facebook og hluti sem að allir einhvern veginn posta. Já, en ég ætla að áður við byrjum á því. Það ætla að byrja þess að tvo sem eiga eftir að posta fréttinni elsta systkini eða gáast að gera það núna. Já, hendi því. Það er ennþá einhverju tveir að núti sem eiga ennþá eftir að gera. Sérstaklega ef þú ert elsta systkinið. Já. Vissið það allan tíman. Kannski takkar systkinin hinn á þetta og skrifaði, jæja, þá er þetta staðfest. Já, þetta er eitthvað sem maður er búin að sjá. Það eru svona hlutir sem dett inn sem einhvern veginn allir posta og sem verður þess að brandarinn verður bara ekki góður. Nei, þetta er líka ótrúlega vittlust. Já. Ert þú elsta systkini nema þér? Nei, nýri miðinni. En ég skal alveg gefa eldri systir minni það að hún er gáðust á okkur. Ok. En byrju, er ekki bróðið þinn líka eitthvað algjör síni? Nei, hann er ekki elstur. Nú er hann ekki elstur? Systir mín elst, hún er ekki gáðust á liðinu. Ég held að sé allir svona, ég held að ég sé nú í gáðastur, ég er næst yngstur. Að þú sér gáðastur? Já, en hérna, eins og Egill, hann er elstur heima á sér, en systirna sem er 5 árum yngri en hann er helmingi gáðar en hann. Já, vá, meira þess að 10 sinni gáðar. Já, 10 sinni gáðar en hann, þannig að hún Hildur. Þetta er eitthvað mest að kjaftaði sem ég lesi. Hvað er svona meira sem að allir hafa postaði? Það er bara, til dæmis þegar eldgosið var í gangi. We said cash, not ash. Það var allir með það. Og svo bara líka núna flugdólgurinn. Já, flugdólgurinn, það var allir með eitthvað grín í kringum við myndina á hann. Já, bara fólk setur límt við afþreyingakerfi Icelandair. Já, hann satt alveg límdur við... Límdur við skjáin. Hvað var aftur jólinn sem allir voru að setja? Það kemur alltaf eitthvað svona og það verður bara, ef þú sérði þetta oftar 5 sinnum inn á Facebookinu þínu, þá verður þetta svo þreytt og bara hálf pirrandi, sko. Ég er náttúrulega með mikið af fólk sem þekki ekki mikið, sko. Já. Þá voru maður ekki svona, hvað er einhverju hemböllileikur í gangi? Já, það er mjög dapurt. Ég á sem betur fyrir ekki með mikið. Já, og svo var hérna, þetta leikurinn í gær var sýndur á danska ríkissjónvarpinu líka. Já. Ég sitt bara heima og horfa á DR1. Það var svona 40 þannig statur þar. Ég veit ekki með ykkur en ég er að horfa á DR1. Heldur að fólk hugsa svona? Það er bara vel mig hérna heima með DR1. Já, þetta er misjant hvað fólk setur inn en það Vissið þú almennt að fólk væri svona leiðilegt áður en að Facebook opnaði? Hefur einhvern upplifað einhverja gæja sem þú helst að væri alveg algjör fucking snillingur? Já. Svo bara einhvern veginn... Ef ég verið með það á Facebook og hef séð bara hvað er að frétta þarna? Svo afhjúpaði Facebook það að þetta væri snillingur? Já.
Það alveg gert, ég ætla ekki að fara að nafngreina það lið hér. Nei. En það stundum, það líka bara inn á svona samskiptamiðlum eins og bæði Twitter og Facebook. Já. Þá getur það alveg komið bessinni í ljós bara hvað sem fólk getur verið þreytt, sko. Og maður actually bara hálf blöskara stundum. Já, maður svona, herri býtu, ég held að maður nú kurteis en þetta. Já, það fullt af liði sem hann inni, bara til þess að vera með stælar og leiðindi. Já, sko, náttúrulega þetta algjör, núna við reyndar að röfli við töði og erum að töða. Já, við erum sjálfur að töða. Sem svolítið svona, já, sem frekar fáránlegt, en það rosalegt að sko, þetta eins og í sjónvarpi, ef þú ert í sjónvarpi eða ert að lýsa leika eða gera eitthvað, sko. Já. Magnið af hrauni sem dettur eins og bara svo sem lýsa einhvern King Arnar Björns búinn að fá sinn skamt af því. Það bara skipti engum máli hver það hefur verið, allir fengið einhvern skít, sko. Þannig að Adolf Ingi fekk svona stæla hérna. Arnar Björns enda búinn að lýsa leikjólum eins og á móti Makedóníu. Það var eins og hann verið að lýsa úrslitaleiknum á HM. Hann var vel æstur en hann kannski bara spenntur að núti. Sá leikur var náttúrulega úrslitaleikur fyrir Ísland þannig að. Já. Þannig að ég held að hann var líka alltaf að giska hvenær leikurinn væri búinn. Nú þetta búið, eða hvað, þetta búið? Já, hann hefur sinn stíla á að gera þetta, en það alveg ótrúlega hvað fólk nennir að töða yfir þessu. Þetta erfiðasta djópið til að fara í sjónvarpi. Íþróttafréttamenn? Já. Fólk vondast íþróttafréttamenn, næst vondastu veðurfréttamenn. Ekki reyndar, sko, hann náttúrulega tekist að breyta því hann Siggi Stormur. Siggi Stormur hefur ekki verið veðurfréttamaður núna í bara 10 ár eða. Hvenær var hann síðast á skjánum? 5 ár? Nú það. Hann ekkert lengur að segja veðri, er svona langt síðan hann var orðið veðurfréttir? Nei, ég veit vissi bara að hann var ekki á stöð 2. Já, það þetta rétt, þú segir það. Hann eitthvað netsíðu, þegar ekki. Það oft líka svolítið gaman að menn fara að pæla í hvernig kallkyns veðurfréttamenn klæða sig. Þetta ekkert klæði sem að fletta GQ á hverjum degi, sko. Nei. Þeir hika ekkert við að fara í brúnan jakka, brúna skyrtu og... Hvað maður að segja? Þú fær ekkert Vigni Svavars í veðurfréttina, sko. Vigni Svavarsson? Vignir Andersen segir. Vignir Andersen, já, blanda saman að Vigga. Nei, þeir ættu nú samt að vera með eitthvað svona stílista stundur, sko. Stundum er líka allt og stórum jökkum. Já, ég get ekki rætt tísku hér. Ég ekki, er þetta ekki Ralph Lauren sem var því hana? Jú, mér sýnum þetta. Já, mér sýnum þetta. Við þurfum að fara hér í örstuð kiloból og góðsáttur. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalögin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalöginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Tónlist.is kynnir nýja meistarastykkið frá Quentin Tarantino. 5 Óskarstilnefningar. Lang aðsóknarhæsta mynd Tarantino til þessa og gagnrýnendur eru að missa sig. She's my property. I like the way you die, boy. Django Unchained. Frumsýnd 18. janúar. FM 95 á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. I can't go any further than this. Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish. Cool. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's... Þetta eitt gammalt og gott hér með Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Myndur þú fara á tónleika með þeim hérna eða kemur til Íslands? Ég fer á alla tónleika. Ertu dullur að fara? Koma svona bönd? Í den var ég dálítið dullur. Fór á Blur, þetta í Laugardalshöllinni. Já, ég fór á Rammstein. Fór á Skunk Anansi. Skunk Anansi, hvað var þau með? Það var góð hljómsveit. Á góð hljómsveit. Ég fór á 50 Cent. Já, ég líka. Skemmtilegustu tónleika sem ég var á á Neva, The Bloodhound Gang. Það var svo ógeðslega gaman. Þeir voru bara að láta alltaf fá fólk upp á svið að drekka eitthvað viðbjóð og... Ógeðsdrykk? Já, þú veist eitthvað, drykk, sko, áfengandrykk, sko. Já. Og þú veist að, þetta var meira svona svo sjó að fara á, 50 Cent fór auðvitað á hann. Já, mér gaman að því. Fórstu á Pink? Nei, ég fór ekki Pink. Nei. Var það gaman að því, eða? Nei, voruð ekki saman kvöld, ég var á 50.
Voruð sama kvöld, 50 Cent og Pink? Já, Hvað var þetta þegar bara... Einum degi eða eitthvað. Þegar allt var að gerast á Íslandi? Já, það var allt að vera. Er þetta ekki einu sem var, byrju, hvað er... Ég fór á Coldplay. Já, ég fór á Coldplay, já. Seinna skiptið. Já, og ég fór á líka Foo Fighters. Já, ég mætti ekki á það. Fórstu á Metallica? Nei, fór ekki á það og döðis ég eftir. Það var alveg hreinskilið. Fórstu Snoop Dogg? Nei, ekki held. Ég klúraði því líka. Ég fór á Duran og hann var vangjuð. Já, ég fór á Duran, það var mjög skemmtilegt. Það var úkslega. Ég hugsa bestu tónleika sem ég að fara á, það var sennilega þegar Foo Fighters komið hérna í seinna skipti. Já, það verður, ég held að hérna Blóðsson Gang, allir þeir sem eru að hlusta og voru þar. Og Rammstein líka. Það verður aldrei toppað. Varstu ekki ánægð með það? Já, Rammstein var hrikalega gott, en það er ekkert svona sjó eins og hérna... Með Blóðsson Gang, að láta að drekka ógeðstrykki og svona. Nei, og svo fór hann alltaf að rífa svo úr ofan og úr að neðan og synda og eitthvað svona og... Basically, þú varst bara að horfa á strákana með hljómsveit. Eiginlega, þannig lag, en þeir aðalægið er að fjallað hérna klámyndaleikonu. J.C. Lane. Já. Það sem að skrifa henni bréf og svo svona leikur allan tíman hvað hann er að biðja og svona. Já, ok. Þetta var svona, áræðilega allt gaurar þarna inni, allir bara þvílitt peppaðir. Það var svona eins og að vera í Bandaríkjum. Aldrei hefur myndað svona stemning á þeirra Löðursvöll. Þú verður verið alveg heima allir hana? Ríkala, af því að þetta var einhver music festival, hétt Reykjavík Rock Festival eða eitthvað leys. Og Sash var á undan honum sem á lög eins og Ecuador. Ding, 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 ding. Þú ert Sash aðdáandi? Já, mikill Sash aðdáandi. Og hann hendi í lokin í Ecuador sem er svona kannski eitt besta danslag. Ecuador? Ding, 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 ding. Mun alltaf eftir því. Það ég segja. Hann er búinn að peppa alla mannskapin þvílitt upp þegar þeir mættu og þetta var svona eina skipt sem þakki var næstu farið af Löðursvöllinni. Það þarf eiginlega að koma einhverjir nýju tónleikar. Það er eitthvað á leiðinni. Það er ekkert sem að veit um. Nei, sko ég hef nú að vera gæla við það svona að öllu ganni sleftu að koma með Pitbull. Já. Hann kostar slatta en hann er samt ekki ógeðislega dýr að gera þið. Þó þetta sé vinsasti latínó tónlistarmaður allra tím og eigi fleiri mundi svona öllu ganni sleftu núna ekki fýblastjórar heldur að mundi fylla höllina. Löðurshöllina? Já, pottitt. Okay. Hann er náttúrulega aldrei verið vinsælli og hann er náttúrulega ekkert eðlilegan haug af lögum. Já, en það er svona með öðru náttúrulega tónlistarfólki. Já, ég farið á hann. Ég fór í Valencia. Ég fór á skúter. Ég fór á skúter, já. Já, glemur það. Helviti, já, ég gleymi fullt af stöfi. En ég fór á Pitbull í Valencia í sumar. Já. Það var vangefið. Já. Það var sko, og svo kom bara allt í hennu I would like to introduce my friend Enrique Iglesias. Þetta var á Spáni, sko. Þá kom bara Yeah, I like how it feels. Og þeir tveir upp á sviði. Þetta var vangefið og þetta var á Plaza del Toros sem að þýðir staður nautana í Valencia. Það var svona nautabannavelli, ógeðslega flottur. Tjöfulli, var gaman maður. Já, þú hefur fílað þetta. Já, þetta var ríka og svo enda... Brjálaðistu þegar Enrique Iglesias kom. Já, ég svo sem brjálaðist ekki en þú veist, líka svo þærið fyrir mig, ég er náttúrulega 1.90 meðan Spánverðin 1.60 þannig að ég var bara með þvílitt vjú hérna náttúrulega yfir allt sko. Já, ok. Og hérna, þannig að þetta var, já, bestu tónleikar ellendis, Pitbull, heima, Bloodhound Gang. Já, það er að hafið það, kæru hlustundur. Hefur aldrei farið á U2? Jú, ég er búin að fara tvisar á U2. Ég er einn af þessum 12 á Íslandi sem á ennþá þessar var ellendis á U2 tónleika. Ég fór á U2 núna á 200 ára ammali hérna Oktoberfest í München og það var geðsíki. Það er sennilega einhverju flottustu tónleika sem ég hef farið á. Hefur aldrei farið á Bon Jovi? Nei. Ég gaf mér það að þú verið búin að sjá Bon Jovi. Já, ég veit það. Ég og Binni, hérna, Bösterinn, vinnu minn, við ætlum að fara á Bon Jovi og bara datta upp fyrir á síðustu stundu. Mér finnst það mjög lélegt. Ég var brjálar. Já, veistu hvað, ég hef hins að fara á tónleika með Steven Seagal. Það eru sennilega einhverju bestu tónleika sem ég farið á. Og tók hann og fyllti Puppet-húsið í Danmörku. Aldrei hæðni sleftri. Ég er ekki að hæðast þar, ég sverða þér. Ef þú fengir að velja eina tónleika sem voru ekki séð, öllu ganni sleftu hér á núna, ég er ekki að fýblast, þá er þetta eitthvað skemmtilegt að kvölda æfið minna. Já, það er of gaman að fýblast eitthvað. Ég er ekki að fýblast. En ef þú fengir að velja eitthvað eitt band eða eitthvað til að fara á hér heima eða eitthvað bara ég held sveimir þá að sko ég væri hrikalega til að sjá JT, Justin, Kanye West og Jay-Z var ég virkilega til að sjá. Ég bara skil ekki okkur ég ekki fara á þá þegar þeir voru núna túrundahæðir. En ég held að þú er alveg hitt naglan og höfuð á hann, ég held að sé Bon Jovi. Já. En þú? Ég myndi vilja vera á Rihanna. Já, Rihanna er ofalega. Nei, ég trúi ekki að það sé svona efst. Það er langar mest að sjá, Rihanna. Nei, ég trúi þið nú ekki. Metallica. Nei, Roxette. Roxette hætti hérna. Nei, ángríns, Roxette. Nei, þú ert að fýblast. Nei, ángríns. Af öllu í heiminum myndir mest að sjá Roxette, já. Ég er ekki að kaupa. Ángríns, ég myndi mest af öllu.
Já, okay. Sverða. Já, árið bara að treysta því. En þetta var tónleikaumræða hér í FM 95 Blöð. Það komið að laginu á leiðinni heim og það með hljómsveit sem við Hjörvar höfum báði farið á tónleika með. Já, hún hefur komið til Íslands. Máni og Frosti gera mikið grínaðinni hinum minn. Coldplay, Já, mér finnst hún alltaf klassísk. Fín hljómsveit, sko. Já, og þetta lag finnst mér líka bara ógeðslega flott. Það heitir Sænt. Lifta, segir Hjörvar Hafliðarsson hér á 5. degi. Þetta var lagið á leiðinni heim. Heitir Scientist með Coldplay. Þú veist ekki ánægð með þetta bara? Jú, þetta var flott lag hjá þér og... Kósi og fínt. Þetta ekki svona mitt lag með þeim? Ekki. Nei, mér finnst þeir eiga svo mörg lögmar. Hvað heitir lagið þarna? You can write a song nobody will sing. Er það... Hvað heitir það? Ég er ekki það góður. Það er á plötunni X og Y. Já, það er mörg kærleglöð. Ég veit hvað þetta lag heitir. Alltaf vinn ég í öllum keppnum. Talk. Keppni sem þú varst að setja... Hei, Rikki, ég var þess að keppni. Það var ekki keppni, maður. Vissir þetta ekki allan tíman, það? Jú, hann þóttist ekki muna þetta og svo bara, hvað hétt það aftur? Já, herri, ég er að fara að vinna þessa keppni líka. Takk. Ég elska að vinna. Veist sko, fyrir mér að vinna er eins og fyrir bíl að fá eldsneyti. Það er sama með mér, winning is my fuel. En ég vann ekki í dag. Það var 5-1, en þetta var fínt lag hjá þér. Hafði hins vegar gaman að þættinum, vonandi þið að líka, kæru hlustendur, Hjörvar aftur til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það, elskan. Ég misti aðeins þetta. Takk, elskan, allt í lagi, elskan. Var tapsár, en viðurkenna og... Ekki málið, elskan. Og mun bæta mig, hætt að kalla mig elsku. Nei, þetta er nýtt lúk hjá mér, ég var að byrja með þetta. Þetta er skelfilegt. Ok, skan, þetta er ógeðslegt. Þetta er alveg daburt. Þetta er ógeðslegt að segja. Ég vil þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir hlustunum í dag. Eins og þið heyrið, þá er Rikki G mættur í stúdíu. Og hann er í svona töffaraból. Já, Rikki, ég var að gefa það. Þetta er nú bara heldur lóti bólur. Svona grætt bólur með svona gellu framan á. Já, og svona fullt af stöðum. Þetta er eitthvað svona ekta sem konan hefur gefið honum. Já. Fékkst þetta í jólagjöf, Rikki? Ekki reyndar ekki jólagjöf, en konan gaf mér þetta. Sérðu hvað blöðmaðurinn les þetta. Og flottur í þessum ból, grætt klæðir og Já, ég veit það er alveg horrið þjóður, sko. Já, og konaðinn, hún fattaði það. Já. Það gæti ekki verið ekki að þú að keypta hennan sjálfur, eitthvað. Nei, ég var enda mjög flotta bólið heima sem ég keypti sjálfur. Light to me, það bólur er fræði. Einmitt, hann verður með eitthvað til 9 kvöld, ég veit ekki hvort hann ljú allan tíman, en tekið honum Rikki mættur við heyrumst á morgun. Þá er það 2 harðir, Hjöppi, takk innilega fyrir daginn. Takk. Og það er það sem allra best. Endum þetta hér á lagi sem við vendum líka á í gær. Enda ekki þessu lagi. Takk. All your brothers are one that you're running from, but if you got money, forget, 'cause I want some. Viltu ná betri árangri í lífinu og vera framúrskarandi? Sýndu þá frumkvæði og komdu á kynningafund Dale Carnegie fyrir ungt fólk á aldrinum 10 til 25 ára. Fundurinn fer fram í kvöld klukkan 19 fyrir 10 til 15 ára og klukkan 20 fyrir 16 til 25 ára í húsakynnum Dale Carnegie Ármúla 11. Vertu jákvæður, öðlastu sjálfstraust. Næsta kynslóð.is. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandssýninguna Í kjallaranum. 2 tímar af hlátri og uppistandi í Þjóðleikhúskjallaranum. Miðasala á miði.is. Doritos, dúndrandi gott snakk. Allir leikirnir í HM í handbolta í leigunni. Horfðu á strákana okkar þegar þér hendar. Vodafone. FM 95 Blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 957. 957.